Já, góðir hlustendur og áhorfendur, velkomin að Rauðaborðinu á fimmtudegi. Hingað er komið fólk sem hefur oft verið hérna áður saman. Stundum kallaði þetta þjóðhagsráð Rauðaborðsins. Ég veit ekki hvort að þeim líkar það vel eða illa. Það er Guðrún Johnsen, Ólafur Margeirsson og Ásgeir Brynjar Torfason. Þau eru öll hagfræðingar, eða svona nálægt því. Það er einhverjar Ásgeir eitthvað svona á jaðrinum. En þau hafa fylgt okkur eiginlega alveg frá upphafi COVID og í gegnum kreppuna og við höfum rætt svona hvers konar kreppið þetta er og til hvað aðgerða seðlabankar og ríkisstjórnir út allan heim að grípa, hvað ætti að gera hér, hverju verða helst undir. Og ég verð að segja að það hefur verið góð reynsla fyrir mig að fylgjast með því að það hefur ekkert komið með óvart í umræðinni því að flest af því sem er rætt út í samfélaginu hefur verið rætt hér oft áður og ég veit ekki hvort að þau séu svona vel að sér eða hvort þau séu svona góðir spámenn en ég mæli með því að fólk fylgist með þessu þáttum okkar þar sem við erum að ræða þetta til þess að geta fylgst með hvað er að gerast, hvers svona tíma við erum að lífa, hvers svona kreppa er að skella á okkur. En það eru nokkur atriði sem að ég ætla að spyrja þau í dag. Það fyrsta er krónuna og evruna og tilefnið er það að Daði Már Kristófersson sem er hagfræðiprófessor upp í háskóla, nýkosinn varaformaður Viðreisnar, skrifaði grein ásamt Stefán Már Stefánsssyni, lögfræðiprófessor, evruna og tillögu að Íslendingar tæki upp evruna með einhverju svona samkomulagi við Evrópusambandið. Fyrir síðustu kosningar kom Viðreisn með tillögu það sem var kallað myntráð, hvort það gera þetta einhverju svona tilraunir til þess að taka upp evruna án þess að ganga inn í Evrópusambandið. Ég veit að má ég byrja á því að biðja þig Ólafur Margeirsson bara að reyna að útskýra þetta. Hver er hugmyndin á bakvið tillögu Daða og Stefáns? Þessi bara örstuttu máli, hún er eiginlega svona svipuð þeirri hugmynd eða því skipulagi sem er í gangi sérstaklega hjá Danmörku og Evrópska seðlabankanum núna. Það er sem sagt tvíhliða samningur það að verja gengið á milli tveggja gjaldmiðlana. Danmörk er í Evrópusambandinu, er ekki svona munur af Íslendinga? Ekki svona munur af Íslendinga að gera þetta? Það eru 2 lönd eftir í Evrópusambandinu, eða 3 lönd ennþá, 3 lönd fram að 1. janúar, nokkurn veginn, sem eru í Evrópusambandinu og eru þannig séð með ákveðna undanþágu, skulum við segja, það að taka ekki upp evruna. Öll önnur löndin eru annað með evruna eða eru skyldug í rauninni til þess að taka upp evruna. Það eru sem sagt Bretland, Svíþjóð og Danmörk. Og Danmörk er með fastgengistefnu við evruna sem er varin ekki bara af danska seðlabankanum heldur líka af þeim evrópska. Og eftir því sem ég best veit er þetta er eina fyrirkomulagið í heiminum sem þetta er samþykkt. Og þannig að séð er þetta mjög svipað, þetta er einu stigi fyrir neðan það að bara hreinlega taka upp evruna. Þannig að í rauninni er þetta þetta er mjög mikið commitment upp á það að fylgja öllum reglum hvað varðar það að verja gengið og fylgja öllum ekki bara fjármálareglum heldur líka hagstjórnarreglum og þá er ég sérstaklega líka að tala það að hafa til dæmis heimil á útlánamyndun bankana sem þarf að vera ef þú ætlar að framfylgja því að vera í einhvers konar stöðu myntsambandi við aðra mynd. Miða við náttúrulega útlánamyndunina á því myntsvæði. Þannig að þetta er einhverja nokkurn veginn það sama eins og að taka upp evruna upp á það að gera. Ok, það voru 2 spurningar, Ólafur. Stendur þetta okkur til boða og 2, er þetta gott fyrir Danmörk og getur þetta orðið gott fyrir Ísland? Eftir því sem ég best veit þá stendur þetta okkur ekki til boða nema með því að ganga inn í Evrópusambandið. Ef við getum virkilega hringt í Evrópusambandið og sagt, heyrðu, ertu til í þetta samband, án þess að við séum að ganga í Evrópusambandið, þá er það, eftir því sem ég best veit, ákveðin breyting á opinberri stefnu Evrópusambandsins hvað það varðar. Þannig að þetta er kannski mögulegt, en það er mjög erfitt að segja að þetta sé
virkilega mögulegt, skulum við segja. Við skulum ekki útiloka þetta. En þetta eftirsóknarvert? Það verður eiginlega svolítið bara eftir í hvernig þú lítur á hlutina. Þetta bara sama gamla spurningin eins og áður. Það eru kostur og gallar við það að vera með blessuðu krónuna, það eru kostur og gallar við það að vera með blessuðu evruna. Mesti gallinn við evruna sjálfa að hún ekki gefin út af sameiginlegu ríkissjóði, ólíkt Kanada eða Bretlandi eða Íslandi. Ísland myntbandalag, það myntbandalag sveitastjórnana á Íslandi, þannig að séð. Það ekki myntbandalag með sameiginlega ríkisfjármálastefnu í Evrópu, en sem komið þó blessunarlega sé þróunin í átt að því. Á sama tíma þetta loforð það að þú ætlir að vera með mjög stranga fjármálastefnu og óbeint, ef þú ætlar að vera inn í þessu sambandi, þá ertu líka að lofa því að þú ætlir að hafa hemil á því að bankakerfið sé undir mjög ströngum skilyrðum hvað varðar útlánamyndun á Íslandi, vegna þess að í hvert einasta skipti sem krónan hefur fallið í gegnum tíðina á Íslandi, þá það vegna þess að bankakerfið hefur árin á undan þanið peningamagn í umferð of mikið. Ok, má ég orðið það öðru sér því þú segir kostur og gallar. Myndir þú leggja það til? Tja, það fer eiginlega bara mjög mikið eftir því hvernig þú ætlar að horfa á málin. Ætlar að lofa því að halda bankakerfinu undir hemil, ætlar að sjá til þess að sé mjög góður skilningur á því að þegar það verða einhverjar náttúruhamfarir á Íslandi og það verður kannski verður COVID, kannski verður fall í fiskafla og slíkt, ætlar að samþykkja það að slíkt sé fari í gegnum, keyrt í gegnum hagkerfið með atvinnuleysi, í staðinn fyrir að fella gjaldmiðilinn og þá viðhalda atvinnustigi, ætlar að samþykkja það að sé verð hjöðnun á Íslandi í einhverjum tilvikum, til dæmis á þeim tíma þegar það atvinnuleysi. Ég myndi einfaldlega, ég bara get ekki svarað spurningu, hvort að ég myndi mæla með því að þetta væri gert fyrir Íslandi eða ekki, einfaldlega vegna þess að þetta bara einfaldlega ekki í mínum verkahring að mæla með því eða ekki. Það eina sem ég get gert að reyna að útskýra fyrir fólki kostina og gallana á því og þegar fólk búið að átta sig á því að þetta á boðstólnum og hitt í rauninni svona afleiðingar og slíkt, þá voru fólk einfaldlega bara að gera það upp í sig sjálft, hvort það vil gera slíkt. Ok, Ásgeir Brynjar, þú hefur oft sagt að þú sett Evrópu sinni, ólíkt oft hvað fólk að meina þegar það segir þetta, en myndir þú leggja þetta til, það sama og Daði Már og Stefán Már? Nei, ég held að þetta sé algjörlega óraunhæf hugmynd ef maður búin að fylgjast með bara hvað að gerast út í Evrópu síðustu 10-12 ár, þetta kemur úr einhverju umhverfi fyrir 20 árum heyrist mér, þessi tillaga. Eins og margt í Háskóla Íslands kannski, eins og margt í Háskóla Íslands. Já, Evrópusambandið að díla við Brexit, Það verður að tala að Brexit geti tekið breska hagkerfi niður, ef maður les Financial Times reglulega. Evrópusambandið þar með sína samningamenn að halda að við getum fengið einhverja sérdíla, tala nú ekki ef menn muna eftir því að hér var reynt að fara bakdyramegin af bönkum inn í Evrópusælabankann að ná í pening þar. Ég hef haldið tvisvar erindi í hollenska sælabankanum með þrisvar, menn ekkert búin að gleyma því sem þurfti að gerast, þannig að halda að sér að fá einhvern spesdíl eða sér undan þá núna, þó að við höfum kannski fengið það fyrir 25 árum. Maður skjóta inn með sérstökur loforði að við höldum heimli á íslensku bönkunum sem að Evrópumenn líklega muna eftir að við erum ekki best allra í að gera. Þannig að þú veist, ég segi bara get real og eina leiðin til að ætla sér að komast inn í svona að ganga inn í Evrópusambandið. Og þá hægt að fara að tala hvernig og hvað og menn geta haft
mismunandi skoðanir á því, en ég bara tala út frá staðreyndum og í heiminum, það sem að gerast. Hitt síðan, ef að menn vilja reyna að finna einhver tricks, þá ég man ekki hvort ég stakk upp á því hér áður, en sko, framhald að því sem Ólafur var að segja, sko, að þetta mjög einstakt að danska krónan pegguð eða hengd í evruna, en það hins vegar gjaldmiðill sem að hengdur í dönsku krónuna og það færeyska krónan. Þannig að mín tillaga hefur verið svo, ef menn vilja fara í svona, að það þá bara Ísland tæki upp færeysku krónuna í staðinn fyrir íslensku krónuna og þá hérna komið þessi baktería leið inn í að vera með hálfgerða evru en með annars konar mynt og seðla en hérna hvort að það þýðir að við þurfum þá að ganga aftur undir danska ríkjasambandið eða hvað það heitir, ég veit það ekki, en einhver tíma varst þú með einhvern hópa að verða fylki í Noregi, þannig að þetta þá bara að verða fylki í Færeyjum og það með hluti. Norska krónan, hún sveiflast nú ansi mikið, ég held að hún sveiflist bara meira en íslenska. Já, og ef að maður myndi ætla í alvörun að fara í svona umræður, að þá yrði það að vera með Norðmönnum og þá EES einhvern veginn, þú veist, bara til þess að fá símanum svarað niður í Brussel, að hvort að við getum farið í svona samtal. Þannig ég held að ég veit ekki hvort að menn í alvörun að meina að þeir haldi að þetta sé hægt eða hvort að þetta bara eitthvað svona til að halda Evrópu umræðunni gangandi á Íslandi án þess að tala af alvöru Evrópu. Má ég þá spyrja aðeins áður við yfirgefum þetta mál, einmitt Evrópu umræðuna. Þú segir Evrópusinni, hérna, það má deilum það hvort að aðild að Evrópusambandinu sé raunhæf miðað við stöðuna í íslenskum stjórnmálum í dag. Þeir flokkar sem eru harðir fylgjendur þess eru raunverulega kannski að mælast í skoðanakönnunum alltaf bara í kringum 1/3 eða langt þar undir. En það raunhæft hinum megin að Evrópusambandi sé til í að fara í samningaviðræður við Ísland? Já, við erum inni með umsókn, þannig að við erum hann í biðstofunni, biðlistanum. Ég myndi nú kannski segja svona raunhæft yrðum við að bíða það til Brexit dæmið búið til að sjá hvernig það fer. Ég nú komin á þá skoðun núna að það sé ekkert víst af því verði með við ástandi en sko það algjörlega raunhæft ef að menn hafi ekki náð að skaða það nú mikið með því að segjast kannski ætla að draga hana tilbaka svona sem þannig. En það eru fleiri lönd sem eru þar í biðstofunni með aktífa eða óvirka en umsókn í ferli. Þannig að ég held að við eigum alla möguleika á því í framtíðinni en ekki eins og staðan núna eins og maður ætlar að vera raunhæfur bara út frá pólitíska ástandinu í Evrópu, pólitíska ástandinu hér og óróanum sem vegna COVID og bara Brexit. Hvort sig nú nægur órói í viðbót við síðan Bandaríkin. En það getur orðið mjög aktúelt inn á næsta kjörtímabili. Ég meina það 4 ár. Þannig að mér finnst mikilvægt að menn tali Evrópu í sambandi við kosningarnar en ekki með einhverju svona. Ok, kannski gerum við það Ásgeir Brynjar, splæsum í einn þáttum Evrópusambandið, stöðun á Evrópusambandinu og ég held að það veri bara gaman af því að stundum það svona í Íslandi að umræða mál eins og stjórnarskrána Evrópusambandið, ýmisleg mál, þau detta einhvern veginn svona inn í einhverjar fylkingar og það óskiljanlegt að báðir hóparnir leyfa sér eiginlega að tala mál og hengja á þau ýmisleg sem að umurlega tilherðum ekki. Þannig að við verðum tala þessi mál, við verðum að ná samtalinu og það mjög mikilvægt gjaldmiðillinn eða peningamálin eins og ég hef verið að segja í fleiri þáttum. Það sem að gerast í heiminum og búið að gerast í heiminum bara á síðustu mánuðum það að þetta sem menn töluð sem 2 póla, peningamálastefnan og ríkisfjármálastefnan, að það bara búið að samþætta það. Ég var að koma að fundi evrópskar fjármálareglur núna á suminu undan. Það verið að tala þar að fara að breyta hvort það sé hægt fjármálareglunum í Evrópu og þess að það. Og sjálfstæði seðlabanka ekkert lengur annað en einhver akademísk hugmynd.
bara ef maður talar út frá raunveruleikanum sem er að gerast í heiminum í dag. Ég býð í sérstakka þáttum með Evrópusambandið, en ég ætla að fá að skipta aðeins að því að Evrópusambandið líka þannig að reynum að nefnir það þá allt í einu bara missum að 35 mínútur á þættinum í umræðum Evrópusambandið. En Ólafur stutt. Já, það bara eitt, sérstaklega út af punktunum sem Ásgeir var að minnast á, það varandi einmitt peningamálin og hvernig þau eru að þróast ekki bara í Evrópu og í Bandaríkjunum, heldur líka á Íslandi. Og við sjáum það sérstaklega bara núna eins og við höfum verið að tala í gegnum tíðina, að það ekki krónan sem veldur því að vaxtastig á Íslandi sé hátt, það Seðlabankinn, það peningamálastefna Seðlabankans. Og ef við viljum vera með lága vexti á Íslandi, þá einfaldlega hægt að gera það, þeir eru einfaldlega lækkaðir. Síðan ef þú vilt hafa stjórn á útlánamyndun bankakerfisins, þá einfaldlega gerur það með einhvers konar þjóðhagsvarúðartækjum á borð við til dæmis, það sem var gert í Evrópu fyrir 60-70 árum, þú notar útlána kvóta. Það að segja að bankanir geta bara gefið út ákveðið mikið magn af útlánum, sem í rauninni í dag nú þegar orðin að þjóðhagsvarúðartæki sem notað á ákveðnu leyti þó bara að rauninni óbeint á Íslandi, til dæmis með veðlánareglum og slíku. Þannig að það mikilvægt að punkturinn sem Ásgeir var að minnast á það sé hamrað á honum, það þróun á Íslandi með peningamálastefnu alveg eins og í Evrópu, og ef punkturinn sá að taka upp evru til að lækka vaxtastig á Íslandi, þá það bókstaflega að ná í vatni við lækinn. Ok, við byrjuðum á innleggi Daða og Stefáns inn í umræðuna. Annað innlegg var skýrsla sem var unnin af hópi á vegum ASÍ, BSRB og BHM, sem þú meðal annars last í, Guðrún, og reyndar Ásgeir líka. Það var svona dregin upp svona ákveðin rammi utan ástandi sem núna. Ég býst við þetta sé áfangaskýrsla og ég eftir að fyllast upp í það á leiðinni, en eitt af því sem þar var sagt var það að þyngsta höggið í upphafi kreppunnar lendir á ungu fólki, á konum og innflytjendum. Ég veit ekki hvernig, má ég kannski spyrja sérðu að aðgerðir ríkisstjórnarinnar til þess að mæta kreppunni hafi þetta í huga, það séu þessir hópar sem að hafa séu í verstu stöðu, við með aðgerðir til þess að bæta sérstaklega atvinnustöðu ungs fólks, innflytjenda og kvenna? Nei, ég nú að svara því neitandi að ég get ekki séð að svona í reyndar bara stuðningur við heimilin hefur verið í formi stuðnings til fyrirtækjana og það sem að mér hefur kannski ef ég má segja sviðið mest að það þessi stuðningur við fyrirtækin til þess að segja upp fólki, og Ísland eiginlega held ég bara algjörlega geti fullyrt að það eina ríkið á lista IMF yfir viðbrögð við COVID-kreppunni meðal 190 landa. Það var Ísland það eina sem hefur farið þessa leið að veita styrki til þess að segja sérstaklega fólki upp. Aðrir hafa náttúrulega verið að meira leggja áherslu á hlutabótaleiðina og reyna að halda atvinnusambandinu uppi, þannig að fólk hafi, þannig að það hafi eitthvað að snúa þegar bólusetning byrjar og bóluefni finnst. Því að auðvitað býður bara efnahagsbatinn eftir bóluefninu, það verður bara viðurkennast. En eins og þú leggur þetta upp að þá finnum maður nú bara út frá kannski auðvitað hafa stjórnvöld gefið heimild til þess að fólk getur sótt háskólanám í eina önn á atvinnuleysisbótum. En það sem að kannski hefur fengið minni athygli að hvernig þetta hefur skipst upp á menntunarhópana, þannig að ef ætlunin bara að fólk nái sér í meiri menntun, auðvitað sem gott í sjálfu sér að endurþjálfa sig upp í ný störf sem að hugsanlega gætu opnast, og vonandi náum við að vinna eða nýta þessa kreppu til þess að bæta svona kerfin okkar. Það í rauninni það sem að alþjóðastofnanir að leggja að okkur að við gerum, að við beitum ríkisfjármálunum á fullum þunga, en í því
þurfum við að hnika til kerfunum til svona sjálfbærri átt. En þegar við horfum á hópinn sem er atvinnulaus, þá eru 41% af þeir sem eru atvinnulausir með grunnskólanám að baki. Þetta ungt fólk á stórum hluta, 17,7% atvinnuleysi meðal ungs fólks, 16 til 24 ára, og sem auðvitað stór hópur því að maður ætlast til þess að þeir séu að mestu leyti ekki vinnandi eða taka ekki þátt í vinnumarkaðnum heldur séu í námi, þannig að þetta einstaklega stórt hlutfall. Og svo 27% af þeim sem eru atvinnulausir eru með háskólanám. Og þarna held ég að kreppan ætti að veita tækifæri fyrir því opinbera að upphugsa með atvinnustefnu eins og við komum að áður hér í þessum þáttum. Það þarf að fara að upphugsa okkar hagkerfi og setja frekari stoðir undir efnahagslífi, þannig að við búum til meiri seiglu í kerfinu. En atvinnuleysið auðvitað endurspeglar svolítið hlutdeild ferðaþjónustunnar auðvitað í efnahagsstarfseminni allri. 16% vinnuaflsins var að vinna í ferðaþjónustu og atvinnuleysið 9%. En það þarf að byggja upp nýja atvinnustefnu og það þarf að finna störf fyrir meðal annars háskólafólkið, ekki einblína á fólk sem án eða með grunnskólapróf eða minna, en samt verður líklega að gera eitthvað í því. En þú talar að við erum að gera þetta áður bóluefni finnst, þannig að þetta svolítið skammu tími, þannig að við ættum raunverulega kannski vera að hugsa einhverja aðgerðir sem að bara fara í gang núna, frekar heldur en að vera að leggjast núna niður og fara að velta fyrir ykkur hvernig atvinnustefnan eigi verið til lengri tíma. Það er líka einhverja svona skemmri aðgerðir. Hvernig getur þær verið? Já, það er rétt, en sko ég held að leið þú hannar kerfi, hannar aðgerðir þar sem að þú ert að veita einhverju fjármagni, þá getur þú hort til aðeins lengri tíma, jafnvel þó að þeir eiga að byrja og kikka inn strax. Það er ákveðin nýsköpun sem þarf að eiga sér stað í efnahagsstjórninni hvað þetta varðar. Ég meina þetta ákall frá alþjóðastofnunum út allan heim og ég held að það sé bara alveg til leiðir til þess að ná þessu fram, að ná einhvers konar kerfisbreytingum leið og við verjum peningunum. En bara til þess að en auðvitað spila krónan inn í þetta og ég vil segja sko að Hvernig þá, Guðrún? Hvernig spila krónan? Já, ég meina sko aðalega þó það nýsköpunarfyrirtækin sem að tala það að vaxta tækifæri í krónuhagkerfi takmarkað og þá benda menn á það að þessi krónan sem að þetta hamli bæði erlendri fjárfestingu inn í þau fyrirtæki og þau eru fljót að koma sér út úr kerfinum leið þau eru farin að vaxa eitthvað. En aftur á móti þetta krónan að hjálpa okkur núna, það fylgir henni bæði kostur og gallar, en það er náttúrulega afleitt ef að menn sko vilja halda í krónuna en ekki beita henni svo þegar á reynir í því og nýta þá kosti sem hún hefur og þá ég auðvitað að tala seðlaprentun eða aukningu á skuldum hins opinbera í íslenskri krónu og það er sannlega borð fyrir báru hjá okkur að gera það og enginn í rauninni viljun allt sem þarf eins og Gunnar Thoroddsen sagði að við þurfum núna sérstaklega því að þessi kreppa allt önnur heldur en hún var áður sem að við mættum í fjármálakreppunni, það var skuldakreppa. Nú aftur á móti erum við að horfa fram á að við getum lent í greiðslufalli heimila og fyrirtæki, þetta gagnvart lánastofnunum og þá náttúrulega bara næsti bær við fjármálakreppa. Svo að það til mikils að vinna fyrir þeirra opinbera að varna því að við komumst í þá stöðu. Að við séum núna, það komin sem sagt atvinnuleysi og minni eyðsla og samdráttarkreppa, en við séum á svona mörkunum að detta yfir í það sem að fólk á ekki fyrir því að borga lánin af húsinu sínu, á ekki efna á að borga af bílnum sínum og allt í einu fer í gang svona skuldakreppa sem að geti sogað allt hagkerfið niður og eftir. Nákvæmlega, það er svona í rauninni greiðsluvandi sem að þá getur skapast og þetta held ég að sé
hefur ekki fengið nægilega athygli hjá stjórnvöldum vegna þess að það segir sér alveg sjálft að það að missa tekjustreymið á heimilinu niður í 45% sem það var áður, eða 50%, að þá þarftu að fara að endurskipuleggja heimilisbókhaldið í grundvallaratriðum sem þýðir að þú ert hugsanlega að selja bílinn, þú ert hugsanlega að selja íbúðina þína ef að þú sérð ekki fram á það að geta viðhaldið þessum skuldbindingum. Og við viljum auðvitað varna því að allir fari út dyrnar á sama tíma þar sem að það hefur þá áhrif á eignamarkaði þetta. Ásgeir Brynjar, þú varst í þessum hópi líka, en ég ætla samt að taka bara þráðinn þar sem að Guðrún endaði varðandi þessa hættu að við sem að fara inn í svona greiðsluvandræði fólk sem að hefur svona keðjuverkandi áhrif inn í fjármálalífið og getur valdið kreppu þar og bara endanum gæti það bara leittir gjaldþrota banka, það bara þannig virkar þær. Er það raunverulega hægt að við sem að fara þarna inn og tvíliða spurning, merkir það að ríkisstjórnir í öðrum löndum eða stjórnvöld í öðrum löndum séu byrja að grípa til aðgerða til þess að forðast í að efnahagskerfið sogist inn í svona ástand? Já, það út af þessu sem að IMF og OECD og allar alþjóðastofnunar eru að segja eyðiði peningunum, gerið ekki of lítið, gerið frekar meira en geymið kvitanirnar komið því á rétta staði. Það einmitt til þess að þetta verði ekki að meiri vanda. Ég meina, Bandaríkin fóru með upp í $600 á viku atvinnuleysisbæturnar, nákvæmlega út af þessu. Þannig að það rosalega mikilvægt að ef að menn eru núna farnir að tala í opinberum skjölum að þetta sé mögulega uppkreppa en ekki VAF, eins og við vorum að gera einhvern í mars eða apríl, að þá eins gott að menn taki þá upp þessa umræði frá okkur hér núna og byrja að vinna á fullu í því ef það er ekki nú þegar byrjað, að þetta er í raun og veru vandinn sem hefur verið fyrirliggjandi. Þetta er ástæðan fyrir því að verið að tala þetta út allan heim og verið að prenta peningana út allan heim. Það þarf eins og að sjá til þess að þeir fari í rétta hluti og þar svona ákveðin áskorun og þá þurfa mismunandi aðilar að koma að borðinu og samtalið, ekki bara sérhagsmunasamtök einhverja atvinnurekendahópa. Og þá hætta á að við förum í ómikil mistök. Ásgeir, gefðu okkur svona matseðlum hvað ættum við að vera að ræða? Hvað er það sem stjórnvöld í öðrum löndum hafa gripið til? Þú nefndir þarna $600 ávísun undirskrifaði af Trump, en hvað annað? Stundum dettur mann í hug bara greiðsluskjól, okkur er ekki bara greiðsluskjól fyrir þann sem að missir atvinnuna, hann þurfi ekki að borga lánunum sínum, getur það valdið í að verði fjármálakreppa, er ekki þetta að frista fjármálalífið, er það sniður að láta hann fá pening til þess að hann getur rétt leigusalanum eða bankanum sínum peningin, eða er bara hægt að setja þá kvaðir á leigusalan og bankan hann hætti bara að rukka fólk sem á að gefna að borga? Já, það er erfitt að finna einfaldar lausnir í þessu. Ég meina, sveiflujafnararnir sem við talað sjálfvirku sem að kikka inn, að þeir eiga að duga til þess að fólk hafi efna á að borga leiguna á lánin. Það er að segja, atvinnuleysisbæturnar í Bandaríkjunum voru alltaf lágar, þess vegna þurfti að bæta þessu við til þess að fólki myndi ekki lendi í þessum vanda. Hér hefur verið sagt í opinberum gögnum að sveiflujafnarnir hér séu sterkari en í öðrum löndum. Ég er ekki komin að niðurstöðum það, hvort það sé rétt skoðun eða ekki, ég er að reyna að finna út úr því, en þannig að það þarf að rannsaka það betur. En það sem hefur breyst kannski frá því þegar við vorum að tala saman í vor eða sumar er að núna liggur svona sterkar fyrir þar sem að voru kannski áhyggjurnar þá þegar við vorum að tala mismunandi bókstafi, að þetta verði lengra. Ég meina, menn voru að tala á Evrópufundunum sem ég var á að sem þeir kalla önnur bylgja og við köllum þriðja bylgja. Engin veit í raun og veru hver kostnaðurinn af henni verður, hvað hún varir lengi og þess vegna þarf að bæði pumpa út meiri pening og mögulega það sem við ætluðum að gera með aðgerðunum í vor
getum við framlengt þar, hvernig á að gera það, af því að þeir pakkar miðuðu við vaffið sem að augljóst að verða ekki. Þetta tvöfaldvaff núna, bara einfalt tvöfaldvaff, eða verður þetta mörg, eða verður þetta langt út? Það það sem að bara við sjáum ekki og vitum, en lykilatriði að undirbúa sig fyrir hið versta, þó maður voni hið besta, og síðan svona bæði kannski að hugsa býtu hvað ekki að ganga nógu vel í björgunarbátnum eða björgunarbílnum, en maður getur samt ekki verið í einhverjum hugsa brunavarnir þegar eldurinn í gangi. Þannig að þetta svona ekki auðvelt að svara, en atvinnuleysi náttúrulega það sem að svona í andlitun á öllum og að verða stærra og meira, og ég bendi bara á, hagspárnar að miða við að það fari að minnka strax á næsta ári. Ég meina, einhver sem sér atvinnulífið vera að fara í gang núna þegar önnur bylgjan eða þriðja bylgjan hér ég hef bara heyrt eitthvað eitt fiskeldisver sem að og fara að byggja í álverinu út á Reykjanesi og einhverju örfá fjölskyldufyrirtæki. Guðrún, þú réttir upp hönd. Já, ég ætlaði bara að segja að það ekki nægilegt, það næri ekki utan vandan að fara í greiðsluskjól gagnvart þeim sem eiga eigið húsnæði og skulda húsbréf eða húsnæðislán. Húsnæðislán, þakka fyrir. Það svo, flóran bara stærri og fjölbreyttari en svo, að svo sjáum við líka að fólk almennt, að því þetta leggst þungt á unga, þetta sem kannski í foreldrahúsum og svona, þannig að við viljum auðvitað að aðgerðnar séu þannig að fjármálaminnisopinber sé raunverulega beitt gagnvart þeim sem að þurfa á aðstoð að halda. Og við viljum líka, og ákallið að það verði einhvers konar bót í kerfinu, leið og þú réttir fram hjálparhöndina, þá þetta bæti eitthvað kerfið. Hvernig sem það gert. En og svo sjáum við það að fólk hefur bara ekki borð fyrir báru. Það eru mjög fínar tölur frá Bandaríkjunum sem að Chase Manhattan bankin, JP Morgan Chase, sem tók saman stöðu og innlánsreikningum fólks í lok mánaðar á þessu tímabili þegar þessi auka greiðsla átti sér stað, $600 á viku, $2,400, býsna stór upphæð. Og það kom í ljós að fólk jók við neyslu sinni 14%. Þriðjungur af þessu fór í að borga lánin og svo þriðjungur sem fór í að tæplega þriðjungur sem fór í sparnað. Og svo þannig að fólk bjóð til buffer, þetta fólk býsna snjallt í áhættustýringunni, að það bjóð sér til smá buffer og svo það að detta núna út af þessu úrræði og þá bara lo and behold, það sést strax á innlánunum að fólk fer strax niður úr buffernum og þá bara komið á steinin. Og það þýðir að það hefur þá ekki svigrúm til þess að borga lánin sín og þá eru lánastofnanir komnar að kikka inn, að þurfa að setja í afskriftarreikning og klukkan byrjar að tifa. Ólafur? Já, ég held segja kannski mikilvægt að hafa það í huga. Það má ekki leyfa þessu að breytast yfir í það sem kallað svona cash flow crisis. Þannig að fólk ekki með tekjur, af því að það ekki með vinnu, af því að fyrirtækin ekki að selja hluti, af því að fólk ekki með tekjur. Þú verður einhvers staðar að byrja að koma peningunum inn í kerfið til þess að þeir geti byrjað að hringsóla í kerfinu. Hingað til hefur það verið reynt að kýla peningana inn í kerfið á fyrirtækjunum, sem síðan ætlað til þess að byrja þá hringsólið þaðan. En það önnur leið að einfaldlega byrja á því að kýla peningana inn hjá þeim sem eru atvinnulausir. Og augljósasta dæmi sem í boði atvinnuframboðstryggingin sem ég hef talað áður og skrifaði grein það í vísbendingu í ágúst. Og sem pínulítið komið inn í umræðu í Íslandi, pínulítið. Já, örlítið. Aldrei að vita nema að það komi einhvað út í því, sjáum til. En það augljóst sem dæmi og sérstaklega í samhengi það sem Guðrún var að tala endurmenntun og það að koma menntun í rauninni til þeirra sem vilja fá menntun, sem eru atvinnulausir í dag. Þú ert með fólk sem með grunnskólamenntun, ekki með menntun til þess að vera
svona vinsælt inni í fyrirtækjum og hjá opinbera geiranum líka sem einhvers konar starfskraftar sem eru með svona skilled sets sem eru kannski forritarar eða það getur verið í lögfræðingar eða bara hvað sem túlkar, bara nefndu það. Þetta væri augljóst fyrsta skref að leyfa fólki að spjara sig í einhvers konar atvinnuframboðs tryggingarvinnu þar sem það getur í fyrsta lagi fundið vinnu og þar með starfsreynslu og í öðru lagi það getur fundið innan atvinnuframboðs tryggingar, það getur fundið endurmenntun, forritun, þýðingar, tungumálakennsla og svo framvegis og framvegis. En Ólafur, þurftum við ekki að búa til þá kennslu sko, því að það nú hefur verið að opna þarna með og megi verið eina atvinnuspótum í námi. En miðað við hópana sem eru atvinnulausir sem mikið til innflytjendur og fleira, ég ekki svo viss að það sé til sko námsframboð sem að henta þessum hópi. Þannig að þyrfti ekki að koma líka aðgerðir samlega þessu sem að myndi einfaldlega starta upp sko massífur íslensku kennslu í því að vera þýðandi, kennslu sem að kannski hentar þessu fólki og ég veit að bara af samtölum mínu við innflytjendur Íslandi sárvantar þýðendur. Stundum að þóttu eigi rétt á þýðendur. Þá bara hefur ekki aðgang að þeim að því það bara ekki laus. Það eru dæmi hér bara sem dæmi, bara Zürich borg hefur sjálf séð til þess að sem sagt, flóttafólk sem hefur komið frá Sýrlandi og Afríkuríkjum og slíkt, það í fyrsta lagi að það fær þýskukennslu morguninn og svo fær það kennslu í einhvers konar fæi sem það vill læra sem sagt, eftirmiðdaginn. Og það fullt af fólki sem hefur farið í gegnum svona prógram og það eru flugfært í þýsku og það nú þegar búið að finna sér vinnu á almenna vinnumarkaðinum eða hjá opinberum stofnunum, skiptir ekki máli. En það rétt, en það verður að sjá til þess að sé framboð á þessum möguleika í fyrsta skipti. Og það betra að vera með eitt námskeið í íslensku heldur en ekki neitt. Þannig að það þá allan að byrjunin á því. Síðan annað mál í þessu og það að vera að passa það að framboð, eða sem fyrir fjárfesting hjá opinbera geiranum, sérstaklega hjá sveitastjórnum, verði ekki stoppuð vegna þess að þótt að sveitastjórnin núna eða sveitafélögin fyrirgefðu þurfi að taka á sig tekjufallið sem vegna COVID og það mjög mikilvægt þetta að halda því á lofti að mikið af opinbera geiranum og þetta það sem Kristrún hefur verið að tala Kristrún Mjöll, Flóssidóttir hefur verið að tala og það mjög mikið af fjárfestingunum sem nauðsynleg í dag í opinbera geiranum og þarf að fara í, ekki bara til þess að vinna upp skortuna fjárfestingunni frá 2008 og framvegis eftir það, heldur líka til að búa í haginn fyrir framleiðniaukninguna í einkageiranum í framtíðinni, vegna þess að einkageirinn, hann virkar ekki nema að sé almennilegir innviðir í hagkerfinu líka og innviðirnir eru fjármagnaðir á opinbera geiranum og hluti af opinbera geiranum eru sveitafélögin. Þannig að það verður að passa upp á það að fjárfestingin verði ekki einfallega bara hent út af fyrir borð til þess að spara og sjá til þess að sé ekki farið yfir í rauðastriki á sveitafélögum. Það verður að sjá til þess að fjárfestingin eigi sér stað. Og það leið mun síðan auka eftirspurn eftir vinnuafli líka. Þú veist að ríkissjóður á að prenta peninga fyrir sveitafélögum? Já, sko, eitt með það að prenta peninga, það engin breyting á því. Það að tala að prenta peninga, það ekki... Ok, og ég skal orða öðru að ríkið láni sveitafélögunum á eitthvað svona B-hluta sem að verður innheimt seinna og kannski bara alls ekki. Bara horfa á það núna, við verðum að setja peningin í sveitafélögin til þess að geta mætt ástandinu og við verðum bara að hugsa eitthvað seinna hvort og hvenar við látum þau greiða þetta tilbaka. Algjörlega, og sem dæmi þá bara má minnast á að Seðlabanki Íslands hann búinn að tala það að ætla að fara í það sem kallað magnmyndun í hlutun, QE, quantitative easing, og í Bandaríkjunum þá var farið út í það að kaupa skuldabréf sveitafélaga. Alveg eins og þá var keypt skuldabréf ríkissjóðs og þá var meira að segja líka keypt skuldabréf fyrirtækja og skuldabréf sem sagt svona minni sveitafélaga, municipality levels og slíkt, ekki bara state level. Og það verið að gefa út ríkisábyrgð á lánum. Sem dæmi. Þannig að það þarf ekki endilega að vera ríkissjóður sem gerir það heldur, bara einfaldlega að sjá til þess að sé allavega tryggur markaður fyrir því og ódýr markaður fyrir því að landsfjármagnið sé til staðar ef það á að sjá til þess að sé fjárfesting og þar með hringsól á peningum í hagkerfinu.
Ásgeir Brynjar, þú réttur upp hönd. Já, en ég ætla Reynda Guðrún líka, þannig ég að dreifa þessu, þeir eru báðum. Nei, Ásgeir, byrja þú. Nei, ég ætlaði bara að koma að þessum, Ólafur tók söguna frá Bandaríkjunum, sko, að Seðlabanki þarf að byrja að kaupa skuldabréf sveitarfélaga og það er líka mjög mikilvæg staðreynd að því ég er nú í fjármálaráðinu og við vorum að gefa álit á fjármálaáætluninni til 5 ára, að kjarni í lögunum opinber fjármál sem voru sett hérna, voru samin eftir síðasta hrun með hjálp IMF og tóku gildi 2016, að það er einmitt það að samþætta fjármál hins opinbera, þannig að það sé ekki ríkissjóður og sveitarfélög og einhverju keppni og við sendum kostnaðina fötluðum þarna yfir og þú veist, þetta er heildarpakki fjármála hins opinbera og þess vegna er ég alveg sammála því sem að Kristrún var að segja líka og Ólafur var að vísa í að það má ekki verða til þess að menn fari í einhverja hópa eða keppnir, við ætlum að láta ganga upp vel hjá okkur en þið sittu upp með vandan. Ég bendi á sveitarfélögin eru að hjálpa fólkinu sem er á strípuðum bótum og getur ekki lifað af þeim eða er að fá mataraðstöðuna. Þannig að það er að lenda fullt af viðbótar útgjöldum í viðbót við að sveitarfélögin eru með mun hærri hlut af sínum útgjöldum beinlínis í laun starfsmanna. Þannig að ég vona menn sé ekki að hugsa það að það þurfa að fara í samdrátt til að bókhaldi gangi upp hjá sveitarfélögum og það fara að segja upp fólki til að setja það á atvinnuleysisbætur, þú veist, eða menn er að skera niður í snjómokstri þannig að fólk fóbrotni frekar og þá kemur kostnaðurinn á spítalann í staðinn fyrir snjómoksturinn. Ég meina þetta er kjarnin í að hugsa þetta samfélag okkar sem nótabenn í evrópsku samhengi er svona eitt lítið kópasker, þú veist, að geta ekki hugsað það saman í staðinn fyrir að vera Ásgeir Brynjar, við erum akkurat í þessu ástandi núna. Það eru sveitarfélögin eru bara út um all land að reyna að skera niður. Þau hafa gert kröfur á ríkið að þau koma til aðstoðar og fjármálaráðherra svarar því bara að ríkið geti hjálpa öllum en hafa sagt sko. Við erum bara að hjálpa fyrirtækjunum núna og kannski einhverju sem við erum að framlengja tekjutengdar atvinnuleysisbætur og við megum ekki vera þessu. Já, þá verður félögin bara sækjum þessi brúarlán, voru ekki 80 milljarðar settir í brúarlánin og bara búið að sækjum eitt, það eru lán á hagstæðum vöxtum, þannig að ég er náttúrulega hálfpartinn að gera hér grín sem ég má ekki, ég meina, ég bendi bara á staðreyndina í lögunum að það eigi að líta á þetta í heild og framkvæmdirnar eins og Ólafur og Guðrún voru bæði að segja, að framkvæmdirnar og Kristrún var að leggja mikla áherslu á, framkvæmdirnar verða að vera á báðum frontunum, bæði á vegum ríkisins og sveitarfélagana, af því að það eru alþjóðlegar rannsóknir, IMF og fleiri búin að vera að koma fram með það, að þessi svokallaði margfaldari af þeim peningum sem fer út í svona framkvæmdir, hvort sem það er á vegum sveitarfélags eða ríkis, hann er miklu stærri heldur en hefðbundin líkön sem hefur verið að kenna í háskólum undanfarin 20 ár, er að segja til þetta er bara megin skilaboðin úr haustfundi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, farið í meiri framkvæmdir, sjáu til þess að séu góðar framkvæmdir, grænar framkvæmdir, starfrænar framkvæmdir, mannaflsfrekar framkvæmdir, viðhaldsframkvæmdir til að vinna á atvinnuleysinu, en það að setja 1 krónu eða 1 milljón evra í opinberar framkvæmdir skilar sér sko margfalt tilbaka samkvæmt þessum nýju rannsóknum, en ekki á einhverjum lágum margfaldara eða eins og menn voru hér að kenna eða halda að þetta myndi ryðja út einkaaðilunum á markaðnum. Þeir eru ekki að gera neitt. Það er engin annar kaupandi eða eyðandi eða tryggjandi. Þannig að ef menn ætla að fara að vera of afturhaldssemi þarna út frá einhverju misskilinni bókhaldshugsun, þá býr það til svakalegan vanda. Við verðum þá annars konar skólabókardæmi í sögubókun ef þetta næst ekki í gegn að menn vinni sér saman í hennum opinberu fjármálum í heild út úr þessari krísu. Guðrún, viltu bæta þetta? Í rauninni bara taka undir það sem hér hefur verið sagt, ég get ekki orðað það betur sjálf sko, og bara þetta framlag sem að Kristrún kom með líka, að endingu náttúrulega sko þegar ekki er vilji til þess að hækka atvinnuleysisbæturnar, að neinu leyti þá fellur sá kostnaður auðvitað til sveitarfélagana og svo menn þurfa auðvitað að hugsa þetta heildstætt, það er bara gaman þegar margir hagfræðingar eru sammála, það gerist ekki svo oft en þarna held ég að við séum alveg á sömu blaðsíðunni og
Já, þannig að það það sem ég hef þetta að segja. Já, ég ætla að bæta við að hérna líka tækifæri til að bæta vegna þess að sveitarfélögin hafa verið þeim hefur verið að færa verkefni yfir til sveitarfélagana frá ríki og því gert skóna. Nú ég ekki kannski ekki sérfræðingur málefni sveitarfélagana en svona það sem að sveitarfélagsmenn hafa verið að benda á að fjármagnið hefur ekki borist með verkefnunum og sveitarfélögin auðvitað nær nær þessu fólki sem er í vanda heldur en ríkisstjórn eða ríkið. Þannig það eðlilegt að beita þeim tækjum og tólum og leiðrétta í rauninni það sem hægt að leiðrétta. Það var ein svona hugmynd sem ég heyrði líka kasta fram. Það var Héðinn Unnsteinsson sem núna formaður Geðhjálpar og var nú að ræða mál sem tengdust því, en hann líka stefnumótunarfræðingur og hefur unnið á forsætisráðuneytinu. Hann var að tala það að hlutfallið á milli ríkis og sveitarfélaga hér væri svona 70-30 á meðan það væri víðast 50-50 og hann var að tala það væri myndi að bæta íslenskt samfélagi myndi reynda að styrkja sveitarfélögin og reynda með því að stækka þau og flytja fleiri verkefni þar út. Stundum þegar maður finnst til dæmis að þú Ólafur hafi verið að tala þetta að það væri eiginlega betra ákvarðanir að vera teknar nær fólkinu og það væri oft skynsamlegri ákvarðanir með því að hafa svona valddreifingu. En ég ætla í lokin langar mig að tengstu við það sem að Ásgeir Brynjar var eiginlega enda með, það sem að vera að tala svona þessa hugmyndum það að opinbera framkvæmdir myndu svona ryðja öðru í burtu. Að maður heyri það og sérstaklega frá Sjálfstæðisflokknum og Bjarna Benediktssyni að þegar hann að tala hvað þarf að gera þá var hann mjög á bremsunni þegar einhver nefni það að þurfi að fjölga opinberum störfum og hann finnst það eiginlega svona fráleit hugmynd og maður reyna svona átt að sjá því hvað liggur hann að baki og það virðist vera þannig að hann óttist það að ef það verður farið út í einhver opinbera framkvæmdir eða fjölgað opinberum störfum jafnvel inn í fjársveltu grunnkerfum eins og heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu þar sem mikil innviða skuld frá tímum nýfrjálshyggjunnar. Það að koma slíkar hugmyndir að þá hafnar þeim alveg strax og maður velti fyrir sig hvort hann sjái það fyrir sig þannig að ef við myndum gera eitthvað slíkt til þess að mæta kreppunni núna og atvinnuleysinu að þá þegar það myndi rísa upp að þá fengi einkageirinn raunverulega ekki fólk til vinnu eða eitthvað slíkt að þá væri hlutfall einkageirans í hagkerfinu orðið minna en það var eða sem hann telur vera æskilegt. Því hann náttúrulega formaður Sjálfstæðisflokksins sem hefur lengi rekið þá stefnu að því stærri sem einkageirinn og því minni sem að ríkin því betra verður samfélagið. Þessi togstreita, kannist þið við þetta eitthvað í umræðum erlendis það hvernig að bregðast í kreppunni að það sé hættulegt að ríkið stígi inn vegna þess að það skerðir raunverulega einkageirinn. Þetta er opið, það má taka þetta hvað sem vill. Já, ég skal taka það. Já, náttúrulega það er ekki bara að tala þetta á Íslandi, það er talað þetta í Bandaríkjunum, það er talað þetta í mörgum ríkjum í Evrópu líka. Þýskaland kannski hvað vinsælast þegar það er talað þetta. Það er líka talað þetta í Sviss. En ég ætla bara að benda á það að sem dæmi í gegnum atvinnuframboðstrygginguna sem ég hef verið að tala það er bókstaflega verið að ætlast til þess að það sé verið að búa til vinnuafl sem einkageirinn vill ráða í framhaldinu. Þannig að það að búa til þessu opinberu störf og bókstaflega, þetta er fjárfesting, þú mátt horfa á þetta sem opinbera fjárfestingu. Með því að búa til þessi störf og búa til mennturnina og þá ertu búin að búa til vinnuafl sem veit hvað það er að gera og það er mjög skillful, þetta er eftirsóknarvert vinnuafl á almennum vinnumarkaði, bæði hjá einkafyrirtækjum sem og hjá opinbera geiranum. Það er bókstaflega verið að ýta undir það að einkageirinn geti fundið hæft fólk til framtíðar. Þannig að það að fjárfesta í því að vera með atvinnuframboðstryggingu, það er því til bóta fyrir einkageirann og það að það er því auðveldara fyrir einkageirann að finna hæft starfsfólk í framhaldinu. En svona, ef maður horfir bara yfir síðustu öld á Íslandi svona opinbera framkvæmdir sem að hefur búið til hitaveita, hefur búið til rafmagnsveitur, hefur búið til landsvirkjun, hefur búið til vegakerfi, hefur búið til hafnir og flugvellir.
hvað að því að ríki fari út í einhverja slíkar framkvæmdir? Það eitthvað? Já, vinsalasta aðgerðin hér kannski í Sviss, það búið til jarðgöng. Það er búið að fara í nokkra tugi kilometra af jarðgangagerð hér síðustu, já, ekki nokkra tugi, nokkur 100 kilometra af jarðgangagerð síðustu áratugi hér. Lengstu göngin sem var verið að klára held ég fyrir 1 ári eða rúmlega það var byrjað, það var kosið þau 91 eða 92, hvort það ætti að fara í það og það var verið að klára þau. Og þessi göng eru meðal annars og að miklu leyti til, þau eru notuð af einkageiranum til þess að flytja vörur frá hafnarborgum Ítalíu yfir til Þýskalands og eins frá Þýskalandi niður til Ítalíu, bara sem dæmi. Þannig að þetta dæmi opinbera framkvæmd sem bókstaflega gerð til þess að auðvelda einkageiranum og viðskiptalífinu og hagkerfinu öllu lífið. Þannig að ef þessi opinbera fjárfesting í innviðum ekki framkvæmd, það verður bara einfaldlega lífið erfiðar fyrir einkageirann að lokum. Guðrún, þetta sjónarmið þar sem svo við vitnum einu sinni í Bjarna Ben sem skiljanlegt, hann fjármála- og efnahagsráðherra, þannig að við ættum að vera að tala hann linnulaust í þáttunum, hann líklega svona áhrifamesti maður, mest áhrif á Íslandi í dag. Hann segir stundum að við erum að horfast í augu við að hvaða áfall hefur orðið hér. Það náttúrulega einkageirinn sem hefur orðið fyrir mesta áfallinu og við verðum að laga einkageirann. Og hann notar þetta sem svar við svona kröfum að ríkið stígi inn og svar við til dæmis kröfum Alþýðusambandsins sem réttarleið og kröfum samfylkingarinnar sem að hét eitthvað græna leið eða eitthvað slíkt. Hvað segir þetta svona? Ég það alveg rétt hjá Bjarna að þetta einkageirinn sem að verður fyrir áfallinu og það ríkið sem grípur einkageirann undir þessum kringumstæðum. En kerfin en það breytir því ekki að fjárfestingins opinbera, hún oft á tíðum farsæl og ætti að eiga sér stað þar sem að náttúrulega einkageirinn getur ekki, þar sem að markaðsbrestur á sér stað og þörf á þjónustunni eða vörunni og einkageirinn getur ekki út frá bara viðskiptalegum forsendum farið út í þessar fjárfestingar. Gott dæmi, en svo aftur á móti getur þetta séð fyrir að það sé eitthvað samstarf á milli einkageira og hins opinbera. Og þá alltaf gott, svona áhugavert dæmi að skoða NASA og samstarf NASA við einkageirann í hvað nú, sem sagt bara, nú ég að ruglast á milli ensku og íslensku, það stjörnuáætlun eða raunni áætlun Bandaríkjamanna að setja mann á tunglið. Það var bara mjög gott dæmi vel heppnaða opinbera framkvæmd, opinber fjárfestingar í innviðum eða í tækjum og tólum sem augljóslega voru ekki marketable sem maður segir á ensku. Það að segja að internetið kom upp úr þessu og allskyns tækniþróun sem áttu sér stað sem að þó einkageirinn tók þátt í með opinbera geiranum að þróa. Þannig að þetta þarf að vera svolítið, eða mínu viti, farsælt samband og ég ekki úr þeim skólanum að ætla ríkinu að gera hvað eina, en ég menn þegar kemur að vegum eða jarðgöngum og slíkt, þá þetta alveg svo sem að sjá fyrir sér eitthvað samstarf en að endingu þar sem að einokun á sér stað mjög vofulegt í rauninni að fara út þær brautir að ætla enga aðila og velja hann þá og handvelja hann til þess að halda úti þjónustu sem allur almenningur nýtir sér. En áskipilin að einkageirinn hann eiginlega í roti, þannig hann ekki líklegur til þess að gera mikið. Öll fyrirtækin eru bara í svona varnarmót, að bíða og það ólíklegt að einhver rjúki núna til og fara út í einhverja stórkostlega framkvæmdir eða búið til störf. Þetta ekki getum við bara beðið eftir að einkageirinn jafni sig og ætla þá að fara út í endurreisnina? Nei, og það nú þessna sem ég að taka þátt í þessum umræðum meðal annars hér hjá þér, að ég hræddur hvað gæti fara að gerast, en þú færð mig ekki til að tala sérstaka pólitíkusa í sjálfu sér, ég held að sé að vissleiti gott að núverandi ríkisstjórn með
bæði sjónarhornin. Ef þú lest fjármálaáætlunina sem að við í fjármálaráðinu vorum að gagnrýna, þá sérðu svolítið tónin úr báðu. Það er að segja að þegar við erum að tala innviði, þá það annars vegar svona vegir og göng, en ég bendi á að það að fara í þannig framkvæmdir þarf bæði mun minna vinnuafli núna en áður. Við erum konum með stærri vélar og þar auðvitað er auðvitað störf fyrir kalla en ekki þessa hópa sem við vorum að benda á að væri í mesta atvinnuleysinu. Það er eitt. Síðan eru innviðir líka svona samfélagslegir innviðir sem verið að setja pening í og þar kemur upp að vissu leyti vandinn að því að einfalda leiðin að segja að það er gott að skuldsetja sig til þess að fara í framkvæmdir sem búið til eign, sem eru þá einhver svona efnislegar eignir, af því það gengur vel upp á efnahagsreikningnum, en það er ekki gott að hallinn á ríkissjóði sé bara fyrir útgjöld vegna neikvæðs rekstrar. En núna hins vegar aðstæðan þannig að bæði eru sumir af þessum félagslegu innviðum sem verða að fara að byggja upp núna, að það eru náttúrulega útgjöld í störf. Þannig að þetta enn eitt dæmið paradigmskipti sem við erum í. Menn þurfa að hugsa upp á nýtt svolítið og stafrænir innviðir og svo það ekki voru við kannski búin að vera að gera alls konar svona fyrr áður en að COVID kom. En þá bendi ég aftur á og ég bara ítreka, ég ekki að tala skoðanir núna, ég að tala staðreyndir og síðan mega menn hafa mismunandi skoðanir á því. Það var, og þetta kemur fram í áætlunum til dæmis, það var ósjálfbærni eða undirliggjandi misræmi, þar að segja að það var verið að eyða meira heldur en voru tekið inn af tekjum. Og nú talaði bara í alþjóðlegu samhengi, ég meina það ef að ríkissjóður að eyða meiru heldur en hann tekur inn í skatttekjur, það býr til halla sem slæmur. Meðan alþjóðlegu stofnunum að segja að það búið til halla til að bregðast við kófinu, til að fara í framkvæmdir, það halli sem góður núna tímabundið. En þetta í raun og veru stóra verkefni framundan og það eru engar einfaldar lausnir til á því. Það ekki hægt að ætla svona með 20 ára gömlum hugmyndum eða einhvers konar lista yfir hvað sé hægt að selja af ríkiseignum til að redda þessu gati. Þetta gengur ekki upp í ástandinu sem við erum í dag núna. Við erum með rosa atvinnuleysi, við erum með breytingu á heimshagkerfinu og við erum með breytingu alþjóðlega á hugmyndagrunninum fyrir hvað eigi og megi. Og þetta þarf að koma inn í umræðuna með svona langtíma sjónarmiði fyrir hvernig samfélagið við viljum byggja upp. Samtalið það sem að mismunandi raddir fá að heyrast en ekki útilokar sem einhvers konar kukl eða pólitík, heldur bara að atvinnutryggingin sem Ólafur með eitt dæmi, það fjöldi fleiri og síðan náttúrulega bara á endanum einhvers konar atvinnustefna hvernig samfélag og atvinnulíf viljum byggja upp. En þetta svona vera bæða bregðast við skyndivandanum og hugsa til langstíma útfæðum. Þau hafa bæði nikkað höfði undir þessa ræði, Guðrún og Ólafur, þannig að ég læt þetta verða lokaorðin í ansi snarpri og góðri yfirferð yfir svona ýmis mál sem hafa verið í deiglunni í efnahagsumræðunni svona rétt undanfrið. Það langt síðan að við höfum hist með á þessum vettvangi en ég vona að þið séu til í að koma Rauða borðinu fljótlega aftur og þá getum við haldið áfram umræðunni. Ég þakka ykkur kærlega fyrir Ásgeir Brynjar, Guðrún og Ólafur. Hlustendur þakka ég fyrir að staldra við og hlýða á okkur í kvöld. Á morgun verður Rauða borðið líka klukkan 8. Þá ætlum við að fara eða hringi kringum hnöttinn. Þar talaði við fólk víða heiminn svona ástandið í efnahagslífinu og ástandið í COVID. Við förum frá Ástralíu til New York og til Evrópu og gott ef ekki Suður-Ameríku og Indlands. Sjáumst þá.